heiti Eva María Þórarinsdóttir Lange og einn eigandi Pink Iceland og framkvæmdastjóri þess fyrirtækis. Pink Iceland í rauninni ferðaskrifstofa í grunninn og hún var stofnuð á grundvelli mannréttinda. Okkur langaði að gera eitthvað meira fyrir hinsegin fólk sem var að heimsækja Ísland. Og síðan 2011 höfum við gift yfir 1200 pör og ferðast með fólk all landið í öruggu umhverfi. Minn bakgrunn hefur haft þau áhrif að ég held að ég hafi byggt upp ákveðna þrautseigju og lært að standa með sjálfur mér, sem er mjög mikilvægt í fyrirtækjarekstri og sér í lagi öll kona. Minn ofurkraftur, ég myndi líklega segja að það var eitt af þessum kvenlegu gildum sem er tilfinningagreind. Eiginleiki til þess að skilja og meta og skynja aðstæður, þannig að við getum kannski haft betur stjórn á þeim. Og þetta kemur svo einstaklega vel í starfi sem brúðkaupsskipuleggjandi þegar tilfinningar eru miklar og mikið í húfi. Minn stærsti innblástur er rauninni Ísland og ég veit kannski svolítið einfældslegt að segja þetta en bara land og þjóð. Náttúra landsins náttúrulega gefur mér mikinn innblástur bara svona dagsdaglega en það er fólkið mitt sem gefur mér kraftinn til þess að halda áfram og eldmóðinn. En svo búum við líka í þannig samfélagi að við erum með svakalega marga fyrirmyndir sem eru frábærar konur, framúrskarandi konur og það gefur manni auðvitað orku og þrautseigju til þess að halda áfram. Pink Iceland snýst í rauninni fólk og tilfinningar og þar af leiðandi er teymið sjálft það dýrmæta sem við eigum sem fyrirtæki. Þetta hugvit og þessi tilfinningagreind sem er innan teymisins, hún er alveg ómetanleg. Okkar helsta áskorun í starfi er líklegast sú að við finnum meira fyrir því bakslagi til dæmis sem er í gangi núna því að okkar fyrirtæki byggir á mannréttindum. Þannig að við erum viðkvæmari fyrir því og við kannski störfum ekki alveg í þessari tvíhyggju sem heimurinn oftast gerir. Það er rosalega margt þarna á milli, það er grátt svæði þarna á milli og það að kunna að lesa í það er ótrúlega dýrmætt. Það er kannski annar ofurkraftur sem ég bý yfir og það er að vera hinsegin og það má í rauninni segja það að það hafi fleytt mér áfram á mörgum sviðum þó það hafi vissulega verið áskorun í byrjun og við höfum öll fordóma og sérstaklega gagnvart sjálfum okkur oft. Þannig að bara það að til dæmis að koma til skápnum er eitthvað sem gefur manni ótrúlega mikla orku og þor og við erum svolítið að fást við þetta alla dagi á Pink Iceland. Það sem fólk fær að vera það sjálft og að upplifa þessa gleði sem er á deginum þar sem fólk er að uppskera kannski eins og hálfs árs vinnu í skipulagningu og þar sem allt kemur heim og saman í náttúru Íslands er náttúrulega alveg ómetanlegt og þetta þakklæti sem fólki sýnir manni er eitthvað sem er ekki hægt að setja verðmið á.